Einu sinni var það einfalt. Skólinn sá menntun nemenda og foreldra uppeldið. Í dag eru nám og velferð barna sameiginlegt verkefni, samstarf heimilis og skóla. Það þarf heilt sveitafélag til að ala upp barn. Skólinn er samfélag, þar sem allir hafa hlutverk, ábyrgð og skyldur. Í dag eiga að starfa foreldrafélög í öllum grunnskólum. Foreldrafélagið kýs fulltrúa í skólaráð sem er samráðsvettvangur skólahaldið. Umræða og ákvarðanataka í skólamálum hefur þannig færst nær foreldrum og nemendum. Skólinn er fyrst og fremst fyrir nemendur og skólastarfið miðar að því að tryggja velferð þeirra. Foreldrar eiga geta hagsmuna barna sína og eru sjálfkrafa í foreldrafélaginu. Hvers vegna foreldrafélag? Getur skólinn ekki bara séð þetta? Sko, jákvætt viðhorf foreldra til skólans og námsins stuðlar að betri líðan, auknu öryggi og betri námsárangri. Samhentur foreldrahópur er góð forvörn gegn einelti. Skólar eiga hins vegar að eiga frumkvæði að góðu samstarfi við alla foreldra. Hlutverk stjórnar foreldrafélagsins og bekkjarfulltrúa er ekki bara að skipuleggja viðburði og útdeila verkefnum, þó ekki megi vanmeta gott páskabingó eða hrekkjavökudiskó til að hrista hópinn saman. Eitt mikilvægasta verkefni foreldra er að ræða saman og skilgreina hvernig þeir haga samstarfinu börnin. Og þar sem foreldrarnir eiga ekki leið í skólan daglega er mikilvægt að þeir fái tækifæri til að hittast og spjalla og líka til að kynnast starfinu í skólanum. Haustfundur foreldra og umsjónarkennara er kjörinn vettvangur til að ræða samstarfið nemendur, upplýsingagjöf og samskipt. Foreldrar ættu einnig að ræða sín á milli uppeldisleg gildi, svo sem svefntíma, útivistartíma og tölvunotkun, afmælisveislur og önnur sameiginleg málefni. Foreldrasáttmáli heimilis og skóla hentar einstaklega vel. Í skólum eru ýmsar hefðir og gott er að foreldrar, nemendur og starfsfólk hafi skýr hlutverk í árlegum viðburðum. Foreldrafélagið á að setja sér starfsreglur, til dæmis hvernig stjórn og fulltrúar foreldra í skólaráð eru kosin. Mikilvægt er að kjósa líka varamenn og tryggja gott samstarf og upplýsingaflæði milli stjórnar og skólaráðsfulltrúa. Góð regla er að halda aðalfund að vori, útbúa starfsáætlun og hóa saman bekkjarfulltrúum að hausti til að ræða verkefnin framundan og ákveða hver gerir hvað. Stjórn foreldrafélags ætti að hitta stjórn nemendafélagsins til að kynnast helstu hagsmunamálum þeirra. Hvað vilt þú gera til að gera skólan betri? Vertu með.